Birki er eina innlenda trjátegundin sem myndar skóga á Íslandi. Nú er ekki eftir nema 5% þess skóglendis sem hér var við landnám. En með aðgerðum eins og friðun, sáningu og gróðursetningu vex skóglendi hægt og bítandi. Og þar getum við öll lagt náttúrunni lið. Við ætlum nú að endurheimta birkiskógana og allir sem vilja geta tekið þátt. Einföld leið er að sá birkifræi á hentugt landsvæði. Fræið fáum við af birkitrjám en það er í þroskuðum kvenreklum birkitrjána og er vanalega orðið fullþroska í lok september. Fyrr ef sumarið hefur verið hlýtt en síðar ef kalt hefur verið í veðri. Á vorin koma blóm birkisins í ljós, en þau eru mörg saman í sérreklum, svokölluðum kvenreklum. Karlblómin eru í sérstökum karlreklum sem myndast hafa haustið áður. Þeir opnast á vorin og úr þeim losna frjókorn. Frjókornin dreifast með vindi. Þau sem lenda á kvenblómum geta náð að frjóvga þau. Eftir frjóvgunina falla karlreklarnir af trjánum en kvenreklarnir stækka og þroskast yfir sumarið. Inni í hverjum eru fjölmörg fræfóstur sem er orðin að fullþroska fræi haustið. Þá fellur fræið af móðurtrénu og lendir það á stað þar sem rétt skilyrði eru fyrir hendi, spírar það næsta sumar eða seinna og verður að nýrri plöntu. Hér getur mannshöndin komið náttúrunni til hjálpar og sáð fræinu á góða staði. Fræinu er safnað með því að slíta kvenreklana af trjágreinunum en það er hægt að gera á haustin þegar fræið er fullþroska og byrjað að losna úr reklunum. Fræinu má sá strax en best er að sá á haustin eða vorin. Landsvæðið verður að vera heppilegt til sáningar svo að fræið geti spírað og fræplöntur vaxið og dafnað. Ekki hentar að sá í algróið land. Yfirleitt hentar ógróið land illa vegna þess að frosthreyfingar jarðvegsins og áfok geta orðið fræplöntunum skeinuhætt. Hálfgróið land getur verið hentugt til sáningar svo sem hálfgróin holt, hraun, melar, skriður og landgræðslusvæði þar sem gróður er gisinn. Skapa má birkifræinu góð vaxtarskilyrði með því að rjúfa gróðurlagið lítillega. Fræinu er sáð á yfirborðið og þjappað niður með fætinum. Ekki má róta yfir fræin. Ekki á að sá mjög mörgum fræjum á hvern stað, heldur dreifa þeim sem víðast. Til að bæta vaxtarskilyrðin á gróðurlitlu og rýru landi er gott að dreifa áburði yfir sáningasvæðið. Landsvæðið verður að vera friðað fyrir beit. Árangur sáningarinnar er ekki mjög sýnilegur í fyrstu því plönturnar eru svo smávaxnar og vaxa mjög hægt. Fylgjast má með árangrinum með því að merkja sáningarsvæðin. Margar hendur vinna létt verk. Því fleiri landsmenn sem þarna leggja náttúrunni lið, því fyrr
endurheimtum við og stækkum birkiskóga landsins.